ungu foringjar hafa staðið sig frábærlega, ekki svo? Jú, og ég verð að viðurkenna Gróði litla snjall líka. Jóðu öll staðið sig vel. Gefið hljóðherra mínir og frúr, Pétur Ófurst ætlar að segja nokkur orð. Gróði hefur sinnt störfum sínum langt umfram það sem skyldan krefst og hætt til þess lífi sín og limum og því sæmi ég hann dirsku orðu okkar. Þetta var ekkert, alls ekkert, hvaða maður sem væri hefði gert því sama. Og þegar við heiðrum Gróða lítur hluti heiðursins að falla í skaut skapara hans, hinnum víðfræga og óviðjafnanlega fróða prófessor, snjallasta hugsuðunum í vetrarbrautabandalaginu. Hvað kemur hann þessu máli við? Hann gerði ekki neitt, hann hugsar bara. Og lyftum nú glösum og skálum fyrir Pésa sem nú orðinn höfuðsmaður, hlaut nýju nafnbótina fyrir óvenjulega dirsku og dugnað. Þakka þér fyrir, Pési höfuðsmaður. Þú ert yngsti foringi sem hlotið hefur höfuðsmanns nafnbót hér í bandalaginu. Við erum öll stolt af þér. Og hvað þig snertir, litli lungur liðsforingi, þá er í nýji titillinn viðurkenning fyrir skildurækni þína og hugrekki sem þú hefur sýnt. Við erum stolt af þér, liðsforingi. Ég er vissum að ekki líður á löngu áður verður höfuðsmaður. Síðasta heiðursviðurkenningin sem ég ætla að geta hér var veitt spá liðsforingja. Með því að nota sérgáfur sínar hefur hún oft breytt yfirvofandi ósigri í glæstan sigur. Hún hefur sýnt sjálfstjórn og áræði á hættustund. Æska hennar og grannur líkami hýsa ósigrandi vilja. Megir þú halda áfram að verða fyrirmynd ungra kvenna. Víst má telja að glæstur berill bíði því. Hver veit hver þakklátt bandalag okkar á eftir að verða þér í framtíðinni. Við óskum þér hins besta og vonum að þér gangi allt í haginn. Þetta virðist ótrúlegt þegar maður horfir á hana. Ég bið afsökunar, herra. Mikilvæg skilaboð frá Leto. Þá er nóg komið að virðuleikanum. Unga fólkið okkar á skilið að skemmta sér. Við skulum tróða dansinn. Tónlist, takk! Jæja, vinur minn, ég óskaði til hamingju. Okkur tókst það. Okkur? Hvað áttu við með okkur? Ég stend ævinlega bakið þér. Já, það er góður staður handa þér. Gættu þess bara að vera nógu langt að baki mér svo þú verður ekki fyrir. Spurt þig, frú. Fyrirgefið. Unga fólkið okkar á skilið að hvíla sig, slaka þess á. Þau hafa verið í erfiðum störfum mánuðum saman. Við höfum allmargar aðrar áhafnir sem getur tekist á við þetta. En það var beðið um þau. Það var skýrt fram tekið að þeir vildu fá áhöfnina sem Gróði væri í. Gróði? Það var skrítið. Já, en þau eru samstilltur hópur. Eigum við ekki að spyrja hvað þeim sjálfum finnst? Manstu eftir ævintýrinu þínum á plánetunni Leto? Já, þar sigraði ég Goliath. Það lítur út fyrir enn á ný að við komum til vandræða. Þetta er allt mjög furðulegt. En nú er svo að sjá sem mennirnir hafi gert uppreist. Að minnsta kosti skil ég boð þeirra á þann veg. Það hefur verið einhvers konar vopnahlé milli manna og vélmenna. En það furðulegast er samt að þeir biðjum að við sendum ákveðin einstakling. Gróða. En hvers vegna hann? Ég sé ekkert furðulegt við það. Ég sýndi þeim í 2 heimana. Þið 3 eru að minnsta kosti samstilltur hópur. Þið vitið að þið þurfið ekki að fara ef þið viljið það ekki. Þið eru í rauninni í leyfi. Ó, þau þurfa ekkert að koma með. Ég get farið einn. Þú heldur að þú getur stjórnað geimfari? Það er eins og hvert annað vanastarf. Ef ég fæ dálitlar upplýsingar get ég stjórnað hvaða geimfari sem er. Ég held við ættum að geta farið, frú forseti. Ertu ekki samþykkur því, Pési? Við hvíldum okkur vel á jörðinni, mér líður prýðilega og við venum best að við erum öll saman. Þá erum við saman á ný, öll 3, alveg eins og í gamla daga. Mér finnst það leiðilegt til þess að hugsa að þetta er einn síðasta ferðin okkur í þessu geimfari. Gömlu góðu býflugurnir. Þú ert orðinn höfuðsmaður með brátt stjórn og orrustublöð. Og þegar þar að kemur liðsforingi, þarf ég bara að velja mér góðan aðstoðarforingja. Ég býst við og verðir hæf til starfans. Og ég held áfram að líta til tengingum á minni stöðum. Vélmenni sem hlotið hefur diskorduna hlýtur að fá verðugri verkefni. Hárrétt, Gróði, þú verður hér í stjórnklefanum. Og þá getur við bjargað okkur úr öllum vanda. Og þú verðist vera aðal kallinn í þessari ferð. Dálítið furðulegt að þið skildu biðja um þig, finnst þið það ekki? Mér finnst það ekkert furðulegt. Ég ætla bara að minna ykkur á að ég stóð mig býsna vel á mótornum Goliath þeirra. Ég heldur muni enn eftir því. Þarna er plánetan Leto. Og þeir aðstóðu ykkur á alla lund við lendinguna. Ég skil þetta bara ekki. Ég bjóst alls ekki við þessu. Mér sýnast þeir kátir að sjá okkur aftur. Þeir eru mjög glaðir að sjá Gróða aftur, gátu ekki haft á honum augun.
Það hefur verið fylgst með ferðum þínum. Þú ert mjög frægur hér, gróði. Hefum ekki að snúa okkur af vandanum. Hvað er að? Hvað uppreisn er þetta? Eftir að þið fóru síðast urðu vélmennin mjög meðfærileg og þau hafa staðið fullkomlega við alla samninga. Reyndar meira en það. Þau virtust ekki vita hvað þau ættu helst fyrir okkur að gera. Þau voru mjög góð, meira að segja vingjarnleg, eins og þau vildu hlífa okkur við öllum óþægindum, öllu erfiði. Bless, pabbi. Í fyrstu líka okkur þetta vel, hvað áttum við að vera að vinna þegar vélmennin gátu gert allt fyrir okkur í verksmiðjum, skrifstofum og við byggingar og þau unnu að minnstu kosti jafn vel á við, en á endanum var þetta leiðinlegt, en ef við kvörtuðum létu þau okkur fá ný leikföng. Við fórum að velta fyrir okkur hvort að vera að draga úr orku okkar. Leiðindin voru alveg að fara með okkur. En þið létu þetta gott heita. Það bárust enga kvartanir til Ómegu. Jú, það er rétt. Og ég reyndar alveg hissa á að við skildum mann okkur upp í að hefja baráttu gegn þessu núna. Það er staður hér rétt fyrir utan borgina, gamlar rústir. Þarna er dórískt byggingalag og við köllum staðinn Akrópólis. Það er ekki margir hér sem vita hvers vegna hann heitir þessu nafni. En hann hefur ævinlega verið táknrænn fyrir okkur, verið tákn frelsis og lýðræðis. Maðurinn er mælikvarði allra hluta. Eins konar góðsögn býst ég við. Fjölskyldur heimsóttu Akrópólis í fríum sínum. Þetta voru vitanlega bara rústir en þegar stjórn vélmenna ákvað að jafna rústirnar við jörð og byggja á þeim hús, risum við gegn þeim. Þetta var vonlaus barátta. Þeir voru 10 á móti hverjum einum, en þeir héldu áfram að sýna okkur vinsemd, neituðu að berjast, neituðu að þurrka okkur út eins og þeir orðuðu það. Þeir sögðu við erum ekki óvinir ykkar. Svo báðu þeir að sendirinn frá Ómegu kæmi til að leita sættir. Þess vegna eru þið hér. Landstjóri, bíll vélmennastjórnarinnar er kominn til að sækja sendinefndina frá Ómegu. Við erum greinilega mikilvægi gestir. Þetta er ekkert meira en við eigum skilið. Vélmenni, munið að sýna hjálpsemi. Virðing og göfgi vélmennis er fólgin í hlýðni. Ofursti, sendinefndin frá Ómegu er komin. Vísið þeim inn og látið ráði vita að fundurinn hefjist eftir andartak. Velkomin til plánetunar Leto, höfuðsmaður, þú liðsforingi og þú herra minn. Kurteis náungi. Ég hef rætt við landstjóran og hann hefur heyrt sögu hans. Og hvernig er saga þín, ofursti? Ráð okkar telur að þið séð óútreiknanlegar verur. Við komumst ekki að annar í niðurstöðu. Ég skal skýra þetta nánar. Þið menn framleiði vélmenni til að þjóna ykkur sem best. Þegar við sinnum starf okkar vel, kvartið þið. Að því verður ekki dregin nema ein ályktun, við vélmenni hugsun rökrétt, menn ekki. Menn eru einstaklingar, þeir eru ekki vélar. Það er dómgreind þeirra sem skiptir máli. Val, mat, þið hafið ekkert slíkt. Menn gera villur, breytast. Það sem meta mest er það sem hafa mestan áhuga á. Og veistu, þetta er hárrétt, en því eiga menn ekki ákveða hvað þeim kemur best. Menn eru ófærir að ákveða slíkt. Á þeim ekki að vera frjálst að skipta skoðun. Við skiptum aldrei skoðun. Þess vegna erum við mönnum æðri. Menn finna til ánægju og óánægju, en þær tilfinningar eru hvergi til í minnistöðum ykkar. Þið skiljið þær ekki.
og því finnst ykkur þið hafa yfirburði. Ykkur finnst við bara vera hlutir, er það ekki rétt? En líf okkar er okkur eins raunverulegt og ykkar líf er ykkur. Reynslan hefur sýnt að við erum sterkari, hæfari, greindari en þið. Í stuttu máli, ykkur æðri. Hann er farinn að fara í taugarnar á mér, þessi ofursti. Þú ert ekkert annað en hrúga af vírum, kopartengjum, minnistöðum og plasti inni í málmhylki. Má ég benda þér á, herra minn, að þú ert gerður úr sama efni. En þar sem þú skipar þér í hóp með framleiðendum þínum, er rétt að minna þig á að þeir eru í rauninni ekkert frábrugðnir okkur. Þeir eru að vísu gerðir úr dálítið öðru efni. Í þeim er dálítið af kolefni, ögn af málmum og allt er þetta umvafið mjúkri húð, annað eru menn ekki. Þetta eru fræðilegar og fróðlegar umræður en komum við hingað bara til að spjalla. Það er skoðun okkar að rústirnar gömlu sem kallaðar eru Agrópolis, taki of mikið pláss og þjóni engum tilgangi. Við höfum ákveðið að byggja þar til að sýna fram á raunveruleika framtíðarinnar. Hvaða raunveruleika? Sá raunveruleiki er hræðilega dapurlegur. Hlustiði nú einu sinni. Menn eru reiðubúnir að berjast fyrir hugsjónum sínum og siðvenjum. Það erum við líka. Hvað leggið þið til þá? Þið munið kannski að í síðustu heimsókn ykkar stunguðu upp á einvígi til að komast hjá eyðileggingu. Einn kappi frá hvorum aðila. Við ráðum ekki við neinum vopnum. Við vitum að við, vélmennin, erum sterkari en þið. En við viljum ekki gera ykkur mein, við skorum á ykkur. Viljið þið fallast á slíkt einvígi. 2 kappar berjist til úrslita. Og hvað svo? Sigurvegarinn ákveður skilyrði, en einvígi skiptist í 2 hluta. Og til þess að telja sigurvegari verður að bera hærri hlut í bæði skiptin. Ekki þó nauðsynlega gegn sama andstæðingi ef hinn fyrri er ekki vígfær lengur. Þá eru þetta í rauninni 2 hólmgöngur. Og ég verð að heyja þér báðar. Einmitt, hér ertu talin hetja vegna þess að sigraðist á Goliat. Nú veitir það okkur tækifæri til að jafna metin. Mér finnst þetta ekki sanngjarnt. Hvers vegna viltu að þetta einvígi fari fram? Við skulum segja að það sé til að sanna yfirburð okkar. Til hvers? Eru þið ekki vissir þá? Efi er tilfinning, við búum ekki yfir tilfinningum. En við álítum að áþreifanleg sönnun sé góð til skilningsauka. Segðu mér, ofursti, eftir hverju erum við að bíða. Það er ekki mikil kurteisi af kappanum ykkar að láta mig hanga svona. Mér þykir það leitt, herra minn, en hér kemur hann. Okkar fremsti kappi, Goliat annar hersöðingi. Sendinefndin frá Ómegu ger ég ráð fyrir. Og þetta skrípi, er það kappinn sem ég hef heyrt svo mikið um? Já, sá er garpurinn, komdu sæll. Hull og sæll. Ég vil ekki koma þér neitt á óvart. Síðan við hittum síðast, það hefur verið gerðar á mér allnokkrar endurbætur. Nýja málmhúðin stendst 6000 gráðu hita. Auk þess er ég með innbyggða viðgerðarstöð sem gerir sjálfkrafa við það sem aflaga fer. Og ég get endurskapa mig hvenar sem mér finnst þörf á slíku. Jæja, félagar, komið. En hvernig líst þér á þetta músakappi? Þetta er gott, mjög gott. En ekki nógu gott, ekki nærri nóg. Getur eitthvað fleira? Já, reyndar er ég búinn andþyngdarstöð. Ég get flogið. Ég skal sýna þér. Þarna sérðu. Og vopnaður eða óvopnaður andstæðingur minn mun hníga að velli. Þetta er málsáttur sem ég samdi sjálfur. Hvaða endurbætur á þér? Eða ertu of feiminn til að nefna þær? Það tekur ekki að minnast á þær. Þú, Goliat, ert greinilega mestur, fallegastur, sterkastur, greindastur. Hefjið bardagan, herrar mínir. Olli minn, ef þú vilt frekar vera hérna megin, þá er mér sama. Jæja, þú segist vera fullur af hverskins tæknidóti. Sýndu nú hvað þú getur. Olli, hver heldur að þetta sé? Ég þarf að fá mig ný gleraugu. Aha. Sjáuði þetta? Ég trúi þess ekki.
Eigum ekki að láta þetta ganga. Sýningunni þá lokið. Hurra! Bravo! Bravo! Þá það búið. Til hamingju, herra minn. Þú hefur unnið annan sigur. En enn eftir síðari hluti einvígisins. Ekki sigra kapp okkur svona eðlilega. Þessi ekkert öflugri að sjá en hinn. Varlega, bróðir minn, Dramb falli næst. Hæ, hér ég. Sterkasti kappi okkar Goliat III hersöðingi. Segðu mér, hafið þið búið til marga svona? Þetta hann? Þetta afstyrmi. Ég sá þetta bara ekki. Þú ert afstyrmi sjálfur, þursiðinn. Til þess að viðuregnin megi vera drengileg vil ég upplýsa hina sérstöku hæfileika hersöðingjans. Hann býr ekki yfir neinu andþyngdarkerfi. Hann flýgur ekki. Og hann ræður ekki yfir viðgerðarstöðum. Það eina óvenjulega sem hann getur að endurnýja sjálfan sig. Það finnst okkur ekki sanngjarnt. Getur hann endurgert sig jafn oft og hann vill? Nei, það getur hann ekki. Hann getur einungis búið til 4 eftirmyndir sínar. En við vinnum að nýrri gerð mun fullkomnari en þessari. Ég þarf þá að eiga við 5 svona fyrirbæri. Það ekki sanngjarnt, það 5 gegn 1. Ykkur heimilt að neita að berjast. Þið þurfum bara að nefna það. Þetta skiptir engu máli. Heyrðu við nú. Hafið engar áhyggjur, þetta verður allt í lagi, þið megið trúa því. En þeir munu þurfa eitthvað af flutningavögnum til að flytja þessar ofþroskuðu niðursuðudósir og ruslahaugana þegar ég búinn að taka þér í gegn. Treystum á þig, bróðin, farðu varlega. Ef þið eru búin að spjalla saman, getum við þá kannski byrjað á þessu. Herra mínir, eru þið tilbúnir? Hefjið einvígið. Þú heldur varla að komist upp með þetta aftur. Við könnumst við þetta, litli maurinn þinn. Þú verður að gera betur. Ég skal þá gera betur, hafðu engar áhyggjur af því. Ég ekkert gefinn fyrir tennis. Komið hingað, vinni mínir, ekki feimnir. Hraðar, hraðar, hraðar. Komiði, komiði. Ekkert vélmenni ætti að vera svona vitlaus. Jæja, vinni mínir, ég held ég að vunnið fyrstu lotu. Vilja fleiri vera með, því fleiri því betra. Áfram með smjörið. Þetta hef ég nú séð áður, reynd að vera svolítið frumlegur, Golli minn. Ef þið finnst þetta gaman, þá mér svo sem sama. Skemmti mér alveg prýðilega. Þú þarft ekkert að vera að breyta þér í kúlu aftur. Öll brögð þín eru skráð í minni mitt og tölva mín reiknar út hver viðbrögð mín eigi að vera. Já, ekki þarna. Mikið ertu snjall. Þá er ég að gera eitthvað nýtt. Nú finn ég enda á þennan bardaga. Eyði þér. Þá veit ég á hverju ég á von. Þetta bara andartak, bara andartak. Hefurðu heyrt hvernig Loki plataði Thrym? Hefurðu heyrt það? Minnistöðvar mínar ekki byggðar fyrir lygasögur. Svar neikvætt.
Stundum getur komið sér vel að kunna dálítið í goðafræði. Þetta bráð skemmtileg saga. Ég skal segja þér hana. Eltu mig. Hvert ertu að fara? Vertu kyrr. Reyndu að berjast. Þetta andstætt reglum. Við skulum reyna þetta. Nú eru rotturnar í gildrunni. Sé þetta gert. Þetta tekst alltaf í kvikmyndunum. Gæti ekki verið betra. Komið þið nú. Hér er ég. Það þarf vitleysinga til að ganga í svona gildru. Þar fóru þeir. Aha, er þetta þá búið? Hér er ég. Þá hlýtur þetta að vera búið. Einn var eftir enn. Þú verður að læra að fljúga. Var þetta þá svo síðasti? Nei, þar. Jæja, þá var þetta víst búið. Nú hlýt ég að mig að fara heim. Ég þakka þér enn á ný fyrir prýðilega kennslu. Og fyrst ég skil þetta ekki enn. Til hvers vorum við fengin hingað? Af hverju baðum við okkur að koma? Ég hélt að það væri augljóst. Til þess að kenna okkur. Það eru enn eyður í skilningi okkar á hæfni sem við þurfum að leiðrétta. Þessi atburður er sigur fyrir okkur. Sigur. Við lítum á þetta sem enn eitt skref á þróunarbraut okkar. Ósigurinn núna skiptir engu. Það sem máli skiptir er loka sigur okkar og við erum þess fullvissir að við munum sigra að lokum. En ég vona að ykkur gangi vel heim. Verið sæl, liðsforingi, höfuðsmaður og þú sigursæla hetja.